Komið sæl, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Verið velkomin hér á þennan 300. fund nummer 324 í bæjarstjórn Hornafjarðar. Það heitir allt of flókið. Og hér ætla ég að setja hennar fund. Við erum hér staðsett að venju síðasti fundur bæjarstjórnar utan ráðhús. Þannig að við erum í fyrra vorum við í Holti á Mýrum, núna erum við hér í fundarhúsinu í Lóni sem er samkvæmt Alnetinu víðfræga eitt af elstu steinsteyptu húsunum á Austurlandi. En það byggt árið 1912 eftir teikningum Jens Eyjólfssonar. Síðar var það endur byggt af mikillu glæsilegheitum. Og í grein hér í Morgunblaðinu þá stendur húsið að það standi hér út í miðju Lóni stendur einmannahús á Hóli. Það stendur fram á grasbökkum sem einu sinni voru bakkar Jökulsár. Langt skeið var þetta hús í þjóðbraut og hýsti skóla og menningarstarf sveitarinnar. Og þau vel lýst bæði í sögu Hafnar og sömuleiðis í hugljúfu sveit. En við hefjum hér dagskrána. Þetta var nú svona aðeins utan dagskrár. Þennan fund í dag sitja Gauti Árnason, Tinna Rut Sigurðardóttir, Skúli Ingólfsson, Eyrún Fríða Árnadóttir, Guðrún Stefania Voppbjörn Ingólfsdóttir, Gunnhildur Ímsland og Gunnar Ásgeirsson. Jóna Benný Kristjánsdóttir einnig, hún staðgengill bæjarstjóra, hún ritar fundargerð og Tjörfi Óskarsson sér upptöku og útsendingu á fundinum. Við höfum 20 liði hér á fundardagskráni hjá okkur, þannig að það ekki eftir neina að bíða. En fyrsti liður á dagskrá fundur bæjarráðs Hornafjarðar númer 1129 og undir þeim fundi eru fundargerð fræðslu og frístundanefndar og það fundur númer 112, auk fundargerða frá stýrihópi byggingar nýs íþróttahúss og ásamt annarra mála. Ég gef hér orðið laust þessa fundargerð. Orðið laust, gjörðu svo vel. Tinna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka til máls undir 4. lið bæjarráðs 1129, málþing öryggisinnviði og öryggisviðbragð í Öræfum og Suðursveit í sumar. Ég fagna því að það sé búið að samþykkja fasta viðveru sjúkraflutningsmanns á fullbúnum sjúkrabíl alla daga frá 1. júní til 31. ágúst og að lögreglun á Suðurlandi muni einnig vera með 2 lögreglumenn á vakt frá klukkan 10 til 18 í Öræfum og Suðursveit í sumar, 5 til 6 daga vikunar frá 1. júní til 31. ágúst. Þetta mjög stórt framfaraskref í átt að bættu öryggi þar sem langt að ná í bjargir. Þeir viðbragðsaðilar sem hafa verið á svæðinu og eru alltaf fyrstir á staðinn þegar eitthvað kemur upp á, gætu komið til með að brenna út og hrökklast í burtu undan álagi ef ástandið yrði óbreytt. Þetta því mikilvægur stuðningur við björgunarsveitina Kára sem hefur staðið sig með eindæmum vel í erfiðum aðstæðum í fjöldamörg ár. Takk fyrir. Takk fyrir, Tinna. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum fundarlið? Við erum í fundargerð. Já, Gunnar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, starfsmenn sveitarfélagsins. Langar að taka til máls undir 3. lið. Það fundargerð fræðslu og frístundanefndar sem og bjóða til velkomna til starfa Þórdísi Þórsdóttur og þakka Kristínu Gestsdóttur fyrir unnin störf. Takk fyrir. Takk fyrir, Gunnar. Það vel við hæfi. Fleiri sem vilja taka til máls orðið laust undir þessari fundargerð. Þetta fundargerð bæjarráðs númer 1129. Enginn gefur merki, þannig að þá bara ætla ég að bera hana upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykkir þessari fundargerð virðast gefa merki. Hún samþykkt með 7. Þá förum við í lið númer 2 á þessum ágæta bæjarstjórnarfundi okkar. Það fundur bæjarráðs Hornafjarðar númer 1130 og undir þessum lið eru nokkrar fundargerðir. Þar á meðal fræðslu og frístundanefndar númer 113 og velferðarnefndar númer 33.
sem og fundargerð stýrihóps nýtt íþróttahús númer 9. Það er að segja ekki íþróttahúsið sé númer 9, heldur fundargerðin númer 9. Orðið laust, gjörðu svo vel. Stefanía og Tinna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og annað starfsfólk. Ég ætla að taka til máls undir lið nr. 5 og nr. 6 í þessari fundargerð. Liður 5 varðar starfsemi Kátakots og endurbætur sem á að gera á aðstöðu Kátakots í sumar. Aðstæðan hefur verið ábótavant í einhver tíma og ljóst að gera þurfi ráð fyrir framtíðarlausn á þessari aðstöðu sem börnin okkar nýta sér. Það er ánægjulegt að það hafi verið hægt að fara í þessar endurbætur samt sem áður og vona ég að þær séu börnunum og starfsfólki til bóta. Síðan vildi ég líka taka til máls undir lið nr. 6 en það er útboð á Sindrabæ og ég vil fagna því að tilboðið frá verkferðni hafi verið samþykkt þar sem ég tala það á síðasta bæjarstjórnarfundi og ítrekaði það að ég myndi vilja sjá Sindrabæ í framkvæmd. Það er ánægjulegt að þetta sé að verða veruleika og þetta verður vonandi jákvætt fyrir þá góðu starfsemi sem þar er sem og til framtíðar. Það er alveg ljóst að þegar þú átt hús þá verður að hlúa að því og að ef ekki farið í þessar endurbætur núna þá hefðu við séð fram að enn meiri kostnaðaraukningu síðar meir. Takk. Takk fyrir Stefanía og kannski aðeins að bæta bara við þetta að eftir samtali mitt við skólastjórann í Tónskólanum þá reiknaði hann með að framkvæmdir hefðist í næstu viku. Tinna, þú varst búin að veifa, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og annað starfsfólk sveitarfélagsins. Góður siður að koma þessu á aftur. Já, ég sem sagt vildi taka til máls líka undir 7. lið fundargerðarinnar Sindrabæ en ég ætla bara að fagna því að það sé loksins verið að fara að taka Sindrabæ í gegn og klára hann og hlakka ég til að sjá breytingarnar. En ég ætlaði líka að ræða 8. lið, veginn á milli Nesja og Hafnar. Ég vil bara vekja athygli á þessu máli aftur. Ég hef rætt þetta á bæjarstjórnarfundi áður en mér finnst góð vísa aldrei of oft kveðin. Við erum ótrúlega ánægð með vegaframkvæmdirnar á nýjum fljótavegi og þvílíkur munur sem það verður að þurfa ekki að aka yfir þessar 3 einbreiðu brýr sem eru hver annarri betri. En það má aldrei gleyma allri umferðinni sem mun áfram nota gamla Nesjaveginn. Vegtengingarnar fyrir alla þá umferð sem verða að vera með öll öryggisviðmið í lagi. Umferðaröryggi Nesja og Mýramanna, gesta innan þeirra sveita og allra sem að þurfa að fara í Nesin, hvort sem á æfingar, hesthúsin, flugvöllin eða bara í heimsóknir á ekki að skerðast við lagningu nýs vegar. Því gleður það mig mjög að sjá að sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs ásamt bæjarstjóra hafa unnið hörðum höndum að því í samráði við vegagerðina að fá þessar vegtengingar endurmetnar. Ég vil því bara gefa þeim byr undir báða vængi og hvetja vegagerðina til þess að taka jákvætt í þessa breytingu á skipulagi nýs vegar. Og þá langar mig líka að ræða 9. lið þessara fundargerðar en það er útboð á flugi til Hornafjarðar. Það voru mjög mikil vonbrigði að sjá að vegagerðin hafnaði öllum þeim tilboðum sem bárust. Því verði ég bara að taka undir með bæjarráði og segja að ég voni svo sannarlega að náist góðir samningar við tilboðsgjafa þar sem að núverandi samningur rennur út 30. ágúst. Það er engum blöðum það að fletta að áætlunarflug til Hornafjarðar er mikilvægt. Það kemur einnig fram í annarri fundargerð bæjarráðs hér á eftir, fundargerð 1133, að það er verið að óska eftir auknu framboð á flugsætum vegna þess að það er allt of oft uppbókað langt fram í tíman. Það er verið að óska eftir auknu framboði þar sem að margir þurfa að sækja sér alls kyns þjónustu til Reykjavíkur, til dæmis læknisþjónustu, sem og þurfum við að fá sérfræðilækna til okkur á svæðið og það hefur verið áberandi skortur á flugsætum. Hér kemur mjög skýrt fram mikilvægi áætlunarflugs til Hornafjarðar. Takk. Takk fyrir Tinna, fleiri sem vilja taka til máls. Við erum hérna í fundi 11.30 bæjar á Hornafjarðar. Þeirri fundargerð. Orðið er laust, gjörðu svo vel, málið líka. Það er enginn sem kveður sér ljós, þannig að þá bara ber ég hann upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykki vinsast gefa merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í mál nr. 3, það sem ágætt að funda okkar, það er bæjarráð Hornafjarðar, fundargerð nr. 1131. Þar undir eru
fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar númer 80 og atvinnu- og menningarmálanefndar númer 64 ásamt ýmsum öðrum liðum og orðið er laust, gjörðu svo vel, Eyrún. Forseti, bæjarfulltrúar og ágætt starfsfólk sveitarfélagsins. Mig langaði að taka til máls undir 4. lið þar sem rætt gömlubúð. Nú fyrir ári brást starfsfólk menningarmiðstöðvarinnar mjög hratt og vel við og hefur haldið út í opnun í húsinu allan veturinn. Bæjarráð reyndi að ná samningnum við einhverja aðra aðila en það því miður náðist ekki, en við fögnum hins vegar því að starfsfólk menningarmiðstöðvarinnar er tilbúið að halda áfram opnun í gömlubúð og munu leggja til drög að uppfæra sýningarhaldi í samræmi við hugmyndir þeirra. Ég vil þakka starfsfólki menningarmiðstöðvarinnar fyrir vel unnin störf síðastliðið árið og hvetja þau til dáða fyrir komandi ár. Takk fyrir, Eyrún. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Við erum í fundargerð númer 1131, Bæjar- og Hornafjarðar. Tinna, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar og ágætt starfsfólk sveitarfélagsins. Ég vil taka til máls undir öðrum lið þessara fundargerðar atvinnu- og menningarmálanefnd númer 63. Annar liður þeirra fundargerðar er myndavefur Héraðsskjalasafnsins en nefndin fékk mjög góða kynningu frá Degi Snæ Guðmundsyni sem heldur utan nýjan myndavef Héraðsskjalasafnsins. Þessi vefur er að mínu mati algjör snilld. Þarna er hægt að hlaða inn gömlum myndum og einnig senda inn ábendingar ef viðkomandi þekkir einhvern ónefndan á myndum sem nú þegar er búið að hlaða inn. Þá er einnig starfsmaður Héraðsskjalasafnsins að skanna inn efni til að setja inn á vefinn. Þarna inni munu birtast myndasafnssafnsins, fundargerðarbækur og önnur gögn sem að almennur aðgangur að upplýsingum falla undir samkvæmt upplýsingalögum og persónuverndarlögum. Ég vil því bara hvetja öll til þess að kíkja á hana skemmtilega vef, en slóðin er hornafjörður.myndahlaða.is. Það verður vonandi í fundargerðin okkar skriflegt. Og svo er undir 3. lið þessara fundargerðar starfsemi Ríki Vatnajökuls. En bæjarráð fékk kynningu frá fráfarandi og nýrri stjórn Ríki Vatnajökuls. Það sem er í gangi akkurat núna hjá Ríki Vatnajökuls er að nýr Vatnajökulsbjór sem að bruggaður er af Heppu er nú tilbúinn. Það er nýbúið að samþykkja nýja dósamiða og þegar þeir eru tilbúnir þá verða dósarnir merktar og þá er hann bara klár í sölu. Það er mjög mikið gleðiefni að Vatnajökulsbjórinn sé nú bruggaður í héraði. Nýtt prent af bæklingunum er komið á staðinn og fljótlega fer stjórnin að keyra þeim út og kíkja á hluthafana og kynna sig og hitta þá. Ný stjórn hefur verið á miklu hugmyndaflugi hvernig hægt er að vera sýnilegri og hvernig við getum gert meira til þess að allir séu enn meira meðvitaðir hvað Ríki Vatnajökuls er að gera. Það má því alveg segja frá því að ný stjórn er mjög viljug og spennt fyrir komandi ári og verkefnunum sem eru framundan. Það verður því mjög spennandi að fylgjast með hvað ný stjórn tekur sér fyrir hendur á komandi mánuðum, en þá vil ég líka þakka fráfarandi stjórn fyrir frábær störf undanfarin ár. Takk. Fyrir Tinna, það var ljómandi gott. Orðið er laust, við erum í fundargerð númer 1131. Fyrir þessu er engin frekar hljóðs, þannig að þá ætlum ég að bera hana upp til atkvæða þessum er henni samþykki með íslenski merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við í Bæjarráð Hornafjarðar númer 1132 og þetta er 4. liður á dagskrána okkar í dag. Og undir þessari fundargerð, undir Bæjarráð númer 1132, er fundargerð Hafnarstjórnar númer 265, fundargerðir stýrihóps nýtt íþróttahús númer 10 og 11 og auk ýmissa annarra mála. Þeir sem ekki orðið laust hér, þeir sem vilja Tinna gjör svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar og starfsfólk sveitarfélagsins. Ég vil taka til máls undir 1. lið sem er fundargerð Hafnarstjórnar númer 265. Það er undir lið númer 3, rekstur Hornafjarðarhafnar.
en tekjur Hafnarsjóðs náðu 174 milljónum króna á síðasta ári og voru því 50% yfir áætlun. Gjöld hafnarinnar voru einnig yfir áætlun sem nemur 27% en rekstrarleg niðurstaðan engu að síður jákvæð 58 milljónir króna. Jákvæð niðurstaða á síðasta ári skýrist að mestu leyti af öflugri loðnuvertíð og því nokkuð ljóst að loðnubrestur mun lita niðurstöðu þessa árs. Undir 3. lið beiðni notkun á salernisaðstöðu í Mánagarði. Gerður hefur verið samningur við Vatnajökull Travel notkun á salernisaðstöðu í Mánagarði. Áður en samningurum var gerður var rætt við hagaðila sem að nýta Mánagarð og bárust frá þeim athugasemdir og umsagnir sem tillit var tekin til í samningsgerðinni. Þessi notkun Vatnajökulls Travel mun ekki hafa áhrif á aðra notkun á húsinu og þegar eitthvað annað í gangi, til dæmis 17. júní skemmtun mána eða leiga á húsinu, þá hafa þeir ekki aðgang að því. Og svo það 9. liður þessar fundargerðar, en það umsókn í framkvæmdasjóð aldraðra. En sveitarfélagið fékk tæplega 91 milljón króna framlag til þess að setja upp framleiðslueldhús og fjölnota sal í nýja hjúkrunarheimilinu okkar frá framkvæmdasjóði aldraðra. Við erum mjög ánægð með þessa úthlutun og ljóst að þessir fjármunir munu koma sér mjög vel. Bygging hjúkrunarheimilisins gengur vel og miðar vel áfram. Takk fyrir Tinna. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá ætlum ég að bera hana upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessari fundargerð nr. 1132 hjá Bæjarráði Hornafjarðar Íslandsskeiðamerki. Hún samþykkt með 7. Þá förum við hér í 5. lið á dagskránni. Það fundargerð Bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1133. Undir þessari fundargerð fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 81 sem á fundargerð nr. 12 frá stýrihópi byggingu nýs íþróttahús. Orðið laust, gjörðu Eyrún. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði vissulega að tala þó nokkra liði undir þessari fundargerð og ætla að byrja á að fjalla lið nr. 7 og 8 í fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Umræddir liðir snúa að 2 af stóru skipulagsverkefnunum sem hafa verið í vinnslu hjá okkur síðasta árið, annars vegar nýja verslunarsvæðið sem og hagahverfið okkar nýja. Bæði þessi verkefni eru stödd á sama stað þar sem þau hafa lokið auglýsingaferli og unnið að því að svara þeim ábendingum sem hafa bárust. Að því loknu verða skipulögin send til Skipulagsstofnunar til staðfestingar og því fer að styttast í að þau taki gildi og að uppbygging geti hafist. Ég vil einnig taka til máls undir öðrum lið fundargerða Bæjarráðs, þar sem að fundargerðir stýrihóps byggingu nýs íþróttahús eru lagðar fram til kynningar. Mér langaði sérst að upplýsa hvernig staðan núna varðandi íþróttahúsið. Nú komið að því að hönnuður að teikna 2 tillögur að húsi, annars vegar sem viðbyggingu við núverandi íþróttahús og hins vegar stakstætt hús við Víkurbraut. Ferlið hefur vissulega verið langt en í ljós hafa komið ótal kostir og gallar við hvora staðsetningu við sig og það hefur sýnt sig að nauðsynlegt að við vöndum þetta val virkilega vel til framtíðar. Það því okkur ekki til heilla að geysa of hratt í þetta. Til þess að gera valið auðveldara og aðgengilegra okkur sem og öðrum því núna unnið að ítarlegum teikningum, grunnteikningum, útlitsmyndum og fleiri skipulagsgögnum sem myndi gera okkur kleift að meta kosti og galla húsanna tveggja til lengri tíma í samspili við þróun miðsvæðisins og bæjarins til 30 ára eða lengur. Þegar að þessar 2 hugmyndir hafa litið dagsins ljós, ljóst að við munum hefja gott samtal við hagsmunaaðila og fá eins fjölbreytt sjónarhorn á þessa möguleika eins og mögulegt Að lokum vil ég fjalla 3. lið í fundargerð Bæjarráðs, þar sem rætt aukna eftirspurn eftir flugsætum til Hafnar, eins og Tinna Rut kom hér inn á áðan. Vegna aukinnar eftirspurnar ferðaþjónustufyrirtækja það svo að íbúar og stofnanir eru farin að finna fyrir því að það verulega erfiðara að sækja þjónustu frá Reykjavík eða hingað til Hafnar. Á meðan samningarnir losna þann 30. ágúst og enn ekki komin nein niðurstaða, þá vil ég leggja til að Bæjarstjórn bóki eftirfarandi málið. Og bókun þá eftirfarandi. Flugsamgöngur á milli landshluta eru gríðarlega mikilvægar fyrir byggðir landsins, bæði vegna skertrar þjónustu og öryggisinnviða á landsbyggðinni. Ljóst að vegna aukins fjölda ferðafólks eykst eftirspurnin eftir flugsætum langt umfram framboð.
Nú hafa ferðaþjónustu fyrirtæki bókað stóran hluta af flugum til og frá Höfn í sumar sem hefur veruleg áhrif á íbúa svæðisins. Niðurstaða Vegagerðarinnar eftir opnun tilboða nú þann 30. apríl síðastliðinn var að hafna öllum tilboðum þar sem þau voru öll verulega yfir kostnaðaráætlun. Ljóst er að það fjármagn sem verkefni krefst og það fjármagn sem fjármálaráðuneytið og Vegagerðin hafa áætlað í verkefnið talar ekki saman. Því skora bæjarstjórn á Vegagerðina og ráðuneytið að veita nauðsynlegu fjármagni í verkefnið og ganga fljótt og örugglega til samninga og tryggja áframhaldandi flugsamgöngur á milli Hafnar og Reykjavíkur. Bókun endar. Takk. Takk fyrir Eyrún. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Gunnar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsmenn Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Ég ætla að taka til máls undir öðrum lið fundargerð stýrihóps byggingu nýs íþróttahús og mér langar aðeins að tala til stýrihópsins og hvetja ykkur sem í honum sitjið að skoða vel þann valmöguleika að byggja við núverandi húsnæði bæði til að samnýta starfsfólk og nýta okkur möguleika á því að skapa íþróttamiðstöð í framtíðinni þar sem skapast skemmtileg stemning heldur en ef við erum með stakstæð hús. Eins langar mig að taka til máls undir þriðja lið sem eru flugsamgöngur milli Hafnar og Reykjavíkur og bara þakka fyrir þessa tillögu að bókun og langar að segja að það mjög mikilvægt fyrir okkur sem íbúa hér og að við höfum greitt aðgengi að flugsætum þar sem þetta ríkisstýrt flug fyrir okkur en ekki fyrir ferðamenn. Takk fyrir. Takk fyrir Gunnar. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá ætla ég að lesa hér aftur bókunina sem hún send inn því við þurfum að kjósa hana og svo kjósa við fundargerðina. Já. Ef þetta er svo sama og þú sendir áðan. Ekki nú setja búin að breytinni síðan síðast, góða mín. Ég ætla bara að lesa þetta sem ég hef þá. Já. Eða viltu færa mér hana? Til öryggis? Já. Hafa þetta allt saman alveg staðfest hér. Hreint og skýrt. Og bókunin hljóðar svoleiðis. Flugsamgöngur milli landshluta gríðarlega mikilvægar fyrir byggðir landsins, bæði vegna skertrar þjónustu og öryggisvinnviða á landsbyggðinni. Ljóst að vegna aukins fjölda ferðafólks eykst eftirspurnir eftir flugsettum langt umfram framboð. Nú hafa ferðaþjónustu fyrirtæki bókað stóran hluta af flugum til og frá Hafnar í sumar sem hefur veruleg áhrif á íbúa svæðisins. Niðurstaða Vegagerðarinnar eftir opnun tilboða þann 30. apríl var svo að hafna öllum tilboðum þar sem þau voru öll verulega yfir kostnaðaráætlun. Ljóst að það fjármagn sem verkefnið krefst og það fjármagn sem fjármálaráðuneytið og Vegagerðin hafa áætlað í verkefnið tala ekki saman. Því skorar bæjarstjórn Hornafjarðar á Vegagerðina og ráðuneytið að veita nauðsynlegu fjármagni í verkefnið og ganga fljótt og örugglega til samninga og tryggja áframhaldandi flugsamgöngur á milli Hafnar og Reykjavíkur. Bókun lýkur. Takk fyrir þetta. Stefán, þú mátt eiga þessa tölvu. Þá ætla ég að biðja ykkur að kjósa þessa bókun. Þeir sem henni samþykki vinsælst gefa merki. Bókunin samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum og þá ætla ég að bera þessa fundargerð númer 1133 undir fyrirgefið ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki, þá ætla ég að bera hana hér upp til atkvæða. Þeir sem fundargerðinni samþykkir vinsælst gefa merki. Hún samþykkt með 7. 7. liður á dagskránni í dag fundargerð bæjarstjórnar Hornafjarðar númer 323 sem lögð hér fram til kynningar og orðið laust þessa ágættu fundargerð.
Það er enginn sem gefur sér hljóðs, þannig að þá er hún lögð hér fram til kynningar og þarf ekki frekari kosningar hana. Þá förum við í lið númer 7 sem er viðauki við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og hún Jóna Benný staðgengill bæjarstjóra ger grein fyrir viðaukanum. Jóna Benný, starfsmaður sveitarfélagsins, gjörið svo vel. Hún kemur hér inn með trompi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsmaður sveitarfélagsins. Ég ætla að gera hér grein fyrir viðauka 4 við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins árið 2024 ásamt fjárhagslegum áhrifum hans og tillögum það hvernig viðaukanum verður mætt. Þetta snýst sem sagt auka fjárveitingu vegna endurbóta á Kátakoti og vegna breytinga á fyrstu hæð Ráðhússins. Í óskum auka fjárveitingu vegna Kátakots, hún er sest upp á 10,5 milljón en endurbæturnar fela meðal annars í sér stækkun á inngangi húsnæðis við Hafnarskóla og svona frekari endurbótum þar svo sem hljóðeinangrandi plötum í loft og fleira þess háttar, auk þess sem að gert ráð fyrir að það verði farið í aðstöðu Kátakots í vöruhúsinu þar sem að meðal annars á að taka niður veggi og setja hljóðeinangrandi plötur í loft og fleira slíkt. Óskum auka fjárveitingu vegna breytinga á fyrstu hæð Ráðhússins er upp á 17,3 milljónir og breytingarnar fela í sér að á fyrstu hæðinni rúmist skrifstofur Vatnajökulsþjóðgarðs og þar verður sem sagt opið vinnurými fyrir 8 manns, 2 fundarherbyggi, svafarsafli verður að þar áfram setustofa og móttaka sveitarfélagsins þar sem verða 2 starfsmenn. Það er lagt til að viðbótar fjárheimildum verði mætt með hækkun á lántöku 20 milljónir. Takk fyrir Jóna Benný. Ekki orðið laust hér þessa viðauka. Takk fyrir þessi engin hljóðs, þannig þá ætla ég að bera það hér upp til atkvæða. Það er að segja ég legg til að bæjarstjórn samþykki viðauka 4 í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og ber ég hér með upp til atkvæða þessu með þessu samþykki eins og gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá fyrir við í lið númer 8 á dagskránni hjá okkur. En það er breytingu á stýrihóp byggingu nýs íþróttahúss. Guðrún Stefania Voppjörð Ingólfsdóttir hefur vikið úr starfshópnum og leggir til að Eyrún Fríða Árnadóttir taki sæti hennar sem formaður nefndarinnar, en auk þess er lagt fram uppfært erindisbréf fyrir hópinn þar sem starfsmaður hópsins verður sviðsstjóri fræðslu og frístundasviðis í stað umsjónar, eftirlits og ábyrgðarmanns fasteigna. Ég gef hér orðið laust þessa, þennan 8. lið á dagskránni. Gefur sér engin hljóðs. Því ber ég hér þessa tillögu upp að tillögu með Eyrún Fríða Árnadóttir taki sæti Guðrúnar Stefaníu Voppjörð Ingólfsdóttir sem formaður starfshópsins nýtt íþróttahús. Ber ég það hér upp til atkvæða þessu með þessi samþykki eins og gefa merki. Það er samþykkt. Þá ber ég hér uppfært erindisbréf stýrihópinn byggingu nýs íþróttahúss til samþykktar og við sem gefa merki þessum er samþykkir. Það er samþykkt með 7. Þá fyrir við í lið númer 9 sem fjallar farsældarráð. Stjórn samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi kallaði eftir afstöðu sveitarfélagsins til viðaukasamnings við sóknaráætlun landshluta að landshlutasamtökin fái fjárhagslegan stuðning til að ráða verkefnastjóra í 2 ár til að útfæra starfsemi farsældarráða samkvæmt 5. grein farsældarlaga. Þá óskaði stjórnin eftir umboði sveitarfélagsins til að gera slíkan viðaukasamning undir merkjum sóknaráætlunar við mennta- og barnamálaráðuneytið. Ég gef hér orðið laust þetta. Þennan lið. Það gefur sér engin óskar eftir að ræða það. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að veita stjórn SAS umboð til að gera viðaukasamning undir merkjum sóknaráætlunar við mennta- og barnamálaráðuneytið og ber hér tillöguna upp til atkvæða. Þau sem henni samþykkt vinsamlegast gefa merki. Hún er samþykkt með 7. Þá förum við hér í lið númer 10 sem er byggingarleyfisumsókn vegna Dalbrautar 2A til 2C
fjölbýlishús. Fallastakka Nöf EHF hefur sótt byggingarleyfi fyrir 3 fjölbýlishús við Dalbraut 2A, 2B og 2C. Grendarkynning hefur áður farið fram en þar sem byggingarleyfi hafði ekki verið gefið út innan eins árs frá afgreiðslu bæjarstjórnar þarf hún að fara fram að nýju samkvæmt 4. grein 44. greinar skipulagslaga. Ný tillaga gerir ráð fyrir að húsin muni nýta útsýnið betur. Ekki til gildandi deiliskipulag fyrir svæðið en erindið var grendakynnt frá 11. apríl með athugasemdafresti til 10. maí 2024. Engar athugasemdir bárust en umsögn barst frá Minjastofnun Íslands og orðið hér laust þessa byggingarleyfis umsókn. Gunnar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsmenn sveitarfélagsins. Ég geri athugasemd við málsmeðferð umhverfis- og skipulagsnefndar við þetta mál en hún bókar á eftirfarandi. Umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við að gefið verði út byggingarleyfi á grunni framlagðra tillögu í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þegar fullnægjandi gögn hafa borist. Málinu vísað til bæjarstjórnar. Og ég spyr, þetta vinnubröður sem munu verða viðhöfð framvegis? Ég tel mig allavega ekki geta samþykkt gögn sem eru ekki til staðar og alla því að sitja hjá við afgreiðslu þessa máls. Takk fyrir Gunnar. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Eyrún, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar og starfsmenn. Já, þetta bara mjög góð ábending og gott að við séum öll að passa upp á góður stjórnsýsluhætti hér. Gögnin sem vantaði voru formsatriði þar sem uppáskrifa var hjá byggingarstjóra en hafði í raun ekki áhrif á það hvernig nefndin fjallaði byggingartillöguna sem slíka. Þannig að nefndin taldi sér vera stætt að afgreiða málið á þennan hátt, jafnvel þó að þessi undirskrift væri ekki komin. En ég þakka Gunnar fyrir mjög góða ábendingu. Takk. Takk fyrir Eyrún. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið? Svo ekki. Tilekki til að bæjarstjórn heimili útgáfu byggingarleyfis á grunni framlagðra tillögu í samræmi við 44. grein skipulagslaga þegar fullnægjandi gögn hafa borist. Íslensk gefa merki sem þessi samþykkir. Þessi samþykkt með 5 atkvæðum og alla báðir fulltrúar Framsóknar að sitja hjá. Það er samþykkt með 5 og 2 sitja hjá. Þá verum við í lið nr. 11. Það er umsókn byggingarheimild að Smárabraut 10 vegna viðbyggingar. Benni Albert Friðþórsson og Eik Aradóttir sækja byggingarheimild fyrir stækkun og íbúðarhúsi að Smárabraut 10 á Höfn samkvæmt framlögðum teikningum. Er að ræða það bil 50 fermetra tengibyggingu milli hús og bílskúrs sem kemur til með að innihalda salerni og alrými. Ekki til gildandi deiliskipulag fyrir svæðið. Erindi var grendakynnt 11. apríl með athugasemdir frá 10. maí með athugasemdarfresti til 10. maí árið 2024 og engin athugasemd barst. Ég gef hér orðið laust þetta mál. Það kveður sér engin hljóðs. Ég legg til að bæjarstjórn heimili útgáfu byggingarleyfis á grunni framlagðrar tillögu í samræmi við 44. grein skipulagslaga þegar fullnægjandi gögn hafa borist. Þau sem eru samþykkt með íslenskt geðmerki. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið númer 12. Deiliskipulag fyrir miðsvæði Hafnar. Lagt fram eftir auglýsingu deiliskipulag fyrir skóla og íþróttasvæði á Höfn. Samhliða deiliskipulaginu gerðar breytingar á afmörkun 3 aðliggjandi skipulaga, miðbæjarskipulags, knattleikjahús Vikubraut og íbúðasvæðis á Leirum. Nýtt skipulag mun taka yfir hluta þeirra skipulaga og eru skipulagsmörkin samræmd og skilmálar endurskoðaðir.
Einnig er lögð fram húsakönnun skipulagssvæðisins. Skipulagslögin voru auglýst frá 2. apríl með athugasemdafresti til 15. maí 2024. Umsagnir bárust frá Minjastofnun Íslands og sem á Vegagerðinni. Ég gef hér orðið laust mál nr. 12, deiliskipulag fyrir miðbæ, miðsvæði Hafnar. Það kveður sér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki tillöguna að deiliskipulagi fyrir skóla og íþróttasvæði Hafnar og vísi henni í lögformlegt ferli samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga ásamt aðliggjandi skipulögum, miðbæjarskipulagi, knattleikjahúsi við Víkurbraut sem og íbúðasvæði á Leirum. Þeir sem eru þessu samþykkt vinstlega skeiða merki. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við í lið númer 13 sem er deiliskipulag fyrir Flatatún í Öræfum. Deiliskipulag hjáleigu og Flatatúns í Öræfum verður auglýst frá 10. janúar með athugasemdafresti til 21. febrúar 2024. Umsögn barst frá Minjastofnun Íslands og Vegagerðinni. Borist hafa skipulagsgögn vegna minja á svæðinu og umsagnir Minjastofnunar Íslands og Vegagerðinni. Ég gef hér orðið laust deiliskipulag fyrir Flatatún í Öræfum. Það kveður sér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki tillöguna deiliskipulagi Flatatúns og vísi henni í lögformlegt ferli samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Þau sem eru þessu samþykkt vinstlega skeiða merki. Þetta er samþykkt með 7. Áfram höldum við í skipulögum og framkvæmdaleyfum. Þá er liður nr. 14 umsókn framkvæmdaleyfis, Miðlabjargarvirkjun og Reynivellir. RARIK sækir framkvæmdaleyfi til að plægja og leggja há- og lágspennustrengi auk uppsetningu spennustöðva í Suðursveit. Verkefnið er á 3 aðskildum svæðum frá Miðlabjargarvirkjun að Reynivöllum. Umsögn barst frá Minjastofnun Íslands. Ég gef hér orðið laust þetta framkvæmdaleyfi. Það kveður sér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að veita RARIK framkvæmdaleyfi í samræmi við umsókn þeirra með fyrirvara að brugðist verði við umsókn Minjastofnunar. Þau sem eru þessu samþykkt vinstlega skeiða merki. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við lið nr. 15 sem er breytingu á aðalskipulagi að Rauðabergi 2, lóð nr. 1. Bæjarstjórn samþykkti þann 8. febrúar 2024 að auglýsa tillögu að breytingu aðalskipulags sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir árin 2012 til 2030. Er að ræða nýtt 10,3 hektara verslunar- og þjónustusvæði að Rauðabergi 2, lóð 1. Þar verður meðal annars heimilað að reisa hótel, gistuhús með allt að 50 gistirýmum. Tillagan var auglýst með athugasemdafresti frá 15. apríl til 27. maí árið 2024. Umsagnir bárust frá Minjastofnun Íslands sem og Veðurstofu Íslands. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður hér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki breytingar á aðalskipulagi samkvæmt 32. grein skipulagslaga. Þau sem eru þessu samþykkt vinstlega skeiða merki. Tillagan er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið nr. 16 sem er landamerkjaskrá Flatatúns, sameining lóða. Suðureignir EHF óska eftir samþykki bæjarstjórnar fyrir sameiningu lóðana Flatatún með landamerki 233486 og Flatatún Spilda með landnúmeri 236204. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður sér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki sameiningu lóðana. Þau sem eru þessu samþykkt vinstlega skeiða merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið nr. 17. Það er umsókn lóða. Það eru nokkrar lóðir hérna undir. Nokkrar liðir þar að segja. Þetta er umsókn Fallastakka Nafar EHF lóð að Silfurbraut 46. Lóð Fallastakka Nöf fyrir lóð nr. Silfurbraut 46.
Orðið laust gjörðu svo vel. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki lóðarúthlutun. Þeir sem er því samþykkir vinsælst gefa merki. Að biðja orðið, elsku Gunnar mér fyrirgefðu. Ég var svo bara æstur í það að þú væri bara að byrja að samþykja. Gunnar Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsmenn sveitafélagsins. Langaði bara að ég ætla ekki að vera með jafn mikið vesen eins og áðan, en þar sem ég veit að reglur í kringum úthlutun lóða eru í endurskoðun, þá langar mig að vekja aðeins athygli á máli á umsóknum eins og þessum þremur sem á að fara að afgreiða. Þar sem sami aðili er búinn að vera með umræddar lóðir í þó nokkuð tíma og fá frest og skila þeim svo inn fyrir 2 eða 3 vikum og sækir svo strax aftur. Þetta finnst mér að vera eitthvað sem maður þarf að skoða í reglum að sömu aðilar geti sótt margar lóðir, ótakmarkaðan fjölda og blokka þær. Þannig að færri hafa kost á að sækja þær. En ég ætla hins vegar að samþykkja. Takk fyrir. Takk Gunnari fyrir. Ég biðja hana afsökunar aftur á þessu fljótfærni mínu. Eyrún er búin að biðja orðið. En þetta var góð athugasemd hjá þér Gunnar. Eyrún, nú máttu tala, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara að koma hingað upp og taka undir með ágætu bæjarfulltrúar Gunnari. Það er miður að það sé ekkert í reglunum okkar sem að setur bæjarstjórn kannski í meiri tækifæri til þess að útdeila þessum takmörkuðu gæðum okkar með sanngjarnari hætti. Eins og staðan er núna þá er það ekki í boði, en hins vegar þá hefur bæjarstjórn átt mjög góðan vinnufund og ég held að það sé einhugur á milli allra kjörinna fulltrúa hérna að þetta sé eitthvað sem við viljum gera það fyrir. Við viljum geta deilt lóðunum okkar út með sanngjörnum hætti, tryggja að þeir komist í nýtingu sem allra fyrst og að fólk sem að raunverulega hafa áhuga á því að byggja hafi þess tækifæri. Þannig ég bara tek undir með Gunnari. Takk. Takk fyrir Eyrún. Þeir sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. Þá ætla ég að bera hann upp til atkvæða. Þeir sem eru þessari tillögu samþykki vinslast gefa merki. Hún var samþykkt og að bæjarstjórn samþykkti lóðaúthlutunina samhljóða. Þá förum við lið númer 18. Það er umrætt fyrirtæki Fallastakka Nöf sem sækir lóð númer Silfurbraut 44. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það er kveður sér engin hljós þetta skiptið. Til ekki til að bæjarstjórn samþykki lóðaúthlutunina, þeir sem eru henni samþykkir vinslast gefa merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við lið númer 19. Það er umsókn Fallastakka Nöfur EHF lóð að Sandbakkavegi 5. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það er enginn sem kveður sér hljós. Til ekki til að bæjarstjórn samþykki lóðarúthlutunina, þeir sem henni samþykkt vinslast gefa merki. Hún er samþykkt með 7. Þarna vorum við að útdeila nokkrum lóðum og hvet ég alla aðila sem að þessu fyrirtæki standa að hefja standa sem fyrst. Þá förum við í lið númer 20. Það er síðasta mál fyrir sumarfrí bæjarstjórnar. Þeir lausuðu okkur í 2 mánuði eða svo. Cirka 1, já. En fundir bæjarstjórnar og bæjarráðs fyrir sumarið 2024. Ég legg til að bæjarstjórn verði í sumarleyfi í júlí, 1 mánuð, rétt, og veiti bæjarráði fullt umboð til afgreiðslu mála frá og með 18. júní næstkomandi og út júlí eða þar til bæjarstjórn kemur aftur til starfa í ágúst. Fyrsti fundur bæjarstjórnar eftir sumarleyfi verður þá 15. ágúst 2024
og bæjarráð fundar á 2 vikna fresti frá 18. júní til 13. ágúst í stað í hverju viku. Er einhverju sem vilja taka til máls undir þessum lið? Hér hrista menn bara hausinn, enginn vill tala undir þessu. Því ber ég tillöguna upp sumarleyfi bæjarstjórnar og fundartíma bæjarráðs, ber hana hérna eftir atkvæða, þeir sem eru samþykki vissast gefa merki. Takk fyrir, og þá ber ég upp tillögu að bæjarstjórn veiti bæjarráði fullt umboð til afgreiðslu mála á meðan sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir. Ber það hér upp til atkvæða, þeir sem eru því samþykki vissast gefa merki. Og það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er bara komið að fundarlokum þessu fína fundi okkar hér í Lóni, og ég held að mér bara legg það til að við bara fundum oftar hér í sveitunum. Þetta er bara svo ansi skemmtilegt. En hér í blíðunni í Lóni slíti ég fundi, því að það er alltaf blíða í Lóni. Takk fyrir.